Þetta námskeið hefur alveg gífurlega mikla þýðingu fyrir að bara kynna fyrir nemendum náttúruleg búsvæði, lífvera af ýmsum gerðum og líka þekkja einstaka tegundir. Þetta 8 stífir dagar á vettvangi. Fyrstu dagarnir voru teknir á Suðurnesjum í fuglaskoðun og það svona áhuga á sviðið mitt hefur blómstrað þar mest síðustu 2 ára því ég hef verið að vinna akkurat á Reykjanesinu í fuglarannsóknum. Síðan fórum við með þau hingað norður í Skagafjörð. Hér höfum við verið, höldum til á Hólum, Hólum í Hjaltadal. Fyrst byrjuðum við á að skoða vistkerfi lands og læra svolítið plöntur og skordýr vorum við líka að veiða svolítið og skoða. Gerum svona greiningar á plöntusamfélögum og reynum að safna svolítið gögnu sem að nemendur geta svo unnið með seinna. Ég hef mestan áhuga á gróðri og svona, æðplöntum og það er bara svo gaman að skoða ný svæði og finna kannski nýjar tegundir og fá fræðslu í leiðinni og eins bara að ég mitt að skoða fuglana og núna fiskana og hvernig þessi samfélög eru líka bara svolítið mælikvarði á heilbrigði vistkerfa. Ég hef enga reynslu á fiskum þannig að þetta alveg æðislegt að fá þessu upplifun. And they are going to pull it slowly. Fish are smart. They're tricky. They're smarter than a lot of people, and it takes some ingenuity to catch them in different fishing methods. So what we do over these few days is to use a variety of different nets and traps in different habitats and see what's out there. And they really have that base knowledge that they need to answer real scientific questions. It's almost like Christmas. You never know what you're going to get. And very often you'll get species or sizes of things that you just never imagined was there. Fá að snerta og sjá og heyra og það gefur manni miklu meiri og eflir áhugann gríðarlega. Það er gaman að því að segja frá því að ég hef verið að hitta nemendur sem hafa tekið þátt í þessu námskeið áður og þeir eru kannski komnir í framhaldsnám eða einhvert starf og þau tala öll þetta námskeið sem eitt eftirminnilegasta og skemmtilegasta námskeið í náminu. Fyrsta skipti í mjög langan tíma sem við höfum fengið að vera saman þannig að það mjög dýrmætt að fá loksins að hitta nemendurnar og vinnu sína. Og það alveg ótrúlega gaman að vera í kringum fólk sem að brennur fyrir það sama og maður sjálfur, sko. Þetta gefur mér ótrúlega mikið. Það svo allt öðruvísi að kenna úti í náttúrunni vistfræði heldur en inn í skólastofunum. And it's important because a number of these students, quite a few of them actually, I suspect are going to go on to become professional biologists. And they use this information. This is going to be our future research community in 10 years, 20 years. So it's very important they get trained properly. Það gefur manni líka svona forsmekkin að því hvað maður gæti gert í framtíðinni.